daginn og velkomin á Smáraveginn á Dalvík. Nú ég ekki lengur á Grísará, ég flutti núna í haust og að reyna að koma mér fyrir hérna í kjallaranum á Smáraveginum. Og ég ætla að byrja á því að setja saman módel sem ég búinn að horfa á í mörg ár og hefur langað til þess að smíða lengi. Þessi flugvél heitir Stampe et Vertongen og var framleidd í Belgíu. Hún lítur og að svipað út eins og Tiger Moth, en það er ýmislegt sem ekki eins. Nú, ég skal sýna ykkur kitið og hvað ég fekk með því og svo skulum við sjá til hvort að mér tekst að koma mér hérna fyrir þannig að ég geti smíðað flugvél í 1/4. Þetta kassinn og hann ekki mjög stór, enda þegar maður opnar þá sér maður að hér bara spýtur og ekkert nema spýtur. Þetta alveg ekta smíðiskit fyrir svona dundara eins og mig. Nú, með í kassanum alls konar smáhlutir sem ég búinn að setja hérna í kexkassa. Þar á meðal þessi nebbinn af kálingunni. Maður nefnilega getur smíðað hana. Þetta myndi líklega vera gluggarnir og svo alls konar úrval af alls konar litlum hlutum sem maður þarf að nota við svona smíði. Ofan í þennan kassa set ég svona smáparta og það sem kemst í hann svona til að byrja með. Og síðan fór ég í gegnum allan þennan kassa og skoðaði að leiðbeiningarnar með þessu ekkert sérlega stórar eða miklar. Það nokkrar blaðsíður, en það sem mikilvægast í þessu að aftast í leiðbeiningunum listi yfir allar spýtur sem eiga að vera í þessum kassa. Og ég fór vandlega í gegnum hann, komst að því að það vantar eina sem 1,5 x 19 x 134 mm á lengd. En svo ein aukaspýta sem metr á lengd og 10 x 10. Þannig að það svo sem vantar ekki balsa, en ég hef oft séð það verra. Síðan hérna listi yfir allt sem í litlu pókunum sem ég sýndi ykkur áðan. Þetta alveg gjörsamlega eins og það á að vera. Og svo myndir, og þetta eitthvað sem að Slek frægt fyrir. Það myndir af öllum brettum þar sem að hefur annaðhvort verið laserskorið eða fræsað. Og bara sem dæmi, þetta bretti hér, það finnur maður hérna neðst á blaðsíðunni og þá kemst maður að því að þetta C13 og þetta SM27. Og þetta sem sagt 1,5 mm birkikrossviður. Svona fór ég í gegnum öll brettin
og merkti allt sem að á þessu og tekkaði á að öll brettin væru í kassanum sem þau að sjálfsögðu voru. Teikningin á 3 blöðum, hún ég geti sagt bara gríðarlega stór. Þetta módel bara í 1/4, en það breytir því ekki að það er ein teikning fyrir hvern væng. Hérna til dæmis efri vinstri vængurinn og þetta myndi þá vera neðri vinstri vængurinn. Hérna undir stélið og skrokkurinn og það þarf að koma þessum teikningum fyrir einhvers staðar á góðum stað. Hér á 3. blaðinu eru hægri vængirnir. Kitið gerir ráð fyrir að maður smíði úr tré og krossviði kálinguna og seti síðan þetta plast framan á. En Slek býður einnig upp á glerfíberkálingu fyrir þetta módel og ég stóðst náttúrulega ekki mátið og fékk mér eina svoleiðis. Hún gerð úr þónokkuð þykkum glerfíber, skemmtilega slétt og allt uppleitt sem þarf að vera, annað en það svona smá skúp hérna sem ég þarf að bæta við. Það ætti nú ekki að vera mikið mál. Nú vantar mig bara að fá Árna í heimsókn til þess að setja kálinguna á höfuðið. Það er það sem Árni gerir venjulega. Árni, þú þarfst að koma og máta kálinguna. Spurning sem kemur strax upp þegar maður setur saman svona módel hvaða mótor á að hafa á því. Og hérna sýna þeir 60 til 91 mótor og þá myndi maður gera sem sagt kálinguna úr þessum trélistum og nota plastið. En ég ætla að vera með bensínmótor. Ég veit fólk sem flýgur svona flugvél með Senova 38. Hann örlítið of stór fyrir þessa kálingu, hann stendur aðeins út úr henni. Svo ég fór og leitaði mér að og ég fann hérna DLE 35 og RCGF 35 og prentaði það út. Því miður þá prentaði ég á öfuga, ég þurfti að flippa þeim til, en maður sér að hérna RCGF sem örlítið stærri heldur en DLE mótorinn, hann algjörlega hverfur inn í þessa kálingu og þessi DLE mótor hér, hann myndi líka alveg passa hér inn í. Þannig að það eiginlega alveg sama hvort meira maður þarf, hvort meira maður kaupir. Það eina sem maður þarf að gera að færa þennan eldvegg hérna aftur nokkra sentimetra. Í þessu tilfelli hérna til dæmis þá myndi hann færast héðan og hingað. Leiðbeiningarnar meira segja taka fram að maður eigi ekki að líma F5 hérna, eldvegginn, fyrr en maður kominn með mótorinn og getur borið hann við. Síðan ákvað ég að taka klæðningu frá Slek, hún fylgdi með í pakningunni og þetta eru 10 metrar af Oratex og ég held að það ætti alveg að duga. Mér finnst þetta þetta afar falleg klæðning að sjá og svona silfurlituð. Þannig að þegar
ég er búinn að klæða með þessu, þá spreyta ég bara með þeim litum sem að ég ætla að nota. Og þá næsta spurning, það hvaða flugvél ætla ég að hafa? Og hún hér. Þetta TF-Old, eða TF-OLD, og hún í Mosfellsbæ. Þar henni flogið reglulega og hún alveg einstaklega falleg. Ég ætla að leyfa mér að nota þessa liti og hafa spurning bara hvort að mér tekst að fljúga henni sumarið 2023. Þessi flugvél, TF-OLD, hún var smíðuð í Belgíu 1947 og þess vegna rúmlega svakalega gömul og líklega skilst mér elsta fljúgandi flugvél á landinu. Hún var keypt frá Englandi fyrir nokkrum árum og flýgur reglulega. Þetta mikið gaman að sjá hana fljúga. Nú ætla ég að byrja að setja þetta módel saman og samkvæmt leiðbeiningunum þá byrjaði maður hérna á miðjunni, þessum hluta hér sem síðan skrokkurinn kemur utan á og það verður þá næst. Sýnum það.